Ok, í dag ætlum við að skoða eina snillda gagnagrind og röðunaraðferð tengt henni. Og viðfangsefnið er þetta, við erum með ýmsa gagnagrindur sem er svona safngrindur, getum við kallað, þar sem við höldum utan um eitthvað safn á gögnum. Við getum annars vegar eitt stökum úr þeim og við getum bætt við stökum. Munurinn á þeim grindunum er fyrir því hvernig eyðum við stökunum úr, það er þegar hvaða stökum. Ef við skoðum til að stafla, þá eyðum við alltaf síðasta stakinu. Ef við skoðum biðröð, þar eyðum við því sem hafði komið fyrst inn. Í forgangsbiðröð, það er allavega að eyða því staki sem hefur hæsta gildið. Eða hugsanlega lægsta eftir hvort við á. Þannig sem dæmi, við setjum inn í grindina PQE og svo bíðum við ok, eitt er núna stærsta gildinu. Af þessum hérna þá er stærsta gildið Q. Síðan komum við viðbætur XAM og þá þurfum við að fara í gegnum það sem eftir er. Ok, það er þá X-ið og aftur bætum við P, L og E og nú er það P sem er stærst. Og það er auðvelt að halda bara utan um stærsta gildið en vandamálið er að maður þarf að vera tilbúin að láta sleppa því. Það að fara og vera þá aftur tilbúin að segja ok, hvað er þá stærsta núna? Þannig að sem abstrakt gagnagrind þurfum við einfaldlega að geta svarað þessum beinum hérna, þurfum við að geta bætt við lykli, við þurfum að geta eytt út stærsta lyklinum og svo má kannski spyrja ok, er safnið orðið tómt? Þetta er alltaf sund. Hvaða aðferðir hefur til að leysa þetta? Hvað verður einföld aðferð til þess að halda utan um svona? Tvær hugmyndir. Einföld aðferð. Ok, engi vill bjóða sig fram. Túlkum það bara sem að það sé snemma morguns. Auðvitað vitið þið náttúrulega hugmyndin að því, en af hverju ættum við að vilja hafa áhuga á þessu? Þetta kemur við sögu fjölmörgum stöðum. Til að mynda, og það sem merkilegt er að þetta kemur þetta við sögu í reikniritum. Þið hafið kynst hérna aðferð Dijkstras til að finna stystu leið í neti. Þar erum við óbeint alltaf að halda öllum minnsta gildið. Við bætum alltaf við tríða þeim hnút sem var næstur af þeim sem var komnir voru, ef við munum eftir hvernig það virkar. Og þar geta gildin verið að breytast, þannig að við þurfum að geta svara þeirri beiðnum á hraðvirkan hátt. Þetta er lykilatriði í stýrikerfum, við viljum til dæmis sem við erum einhver jobb í gangi, og hvaða jobb eiga að gera næst? Jú, það jobb sem hefur hæstan forgang er það sem er farið næst að keyra. Og ok, oft er þetta kannski einfalt öll jobbin að hafa sama forgang og þá bara hægt að rótera á milli þeirra. En það er líka mjög oft þannig að þau hafa misháan forgang. Ákveðna þjónustur þurfa hærri forgang heldur en aðrar. Og þá verður að vera tilbúin til þess að alltaf að velja það jobb sem hefur hæstan forgang. Þá tekur þú úr biðröðinni, forgangsbiðröðinni, keyrir það og síðan bætir þið aftur seinna og þá hefur það væntanlega minni forgang. Svo þarf forgangurinn hugsanlega að hækka eftir því sem líður á tímann. Og alveg talað, við erum einhvers konar þjónn, við fáum hérna beiðnir, það er hendi í einhverjum gögnum og þú verður að geta svarað einhverjum fyrirspurnum á skilvirkan hátt. Þú verður ekki tíma til þess að raða öllu upp á nýtt. Þú verður sífellt að vera að geta svarað. Tökum sér dæmi hérna, þið eru að vinna hjá sérstökum saksóknara og þið þurfum að fara í gegnum fullt af upplýsingum og hvað hafið þið mestan áhuga á? Jú, stóru sumurnar. Heavy hitters kallast þetta. Eða þið eru hérna að vinna fyrir eitthvað öryggisfyrirtæki og eru að fylgjast með öllum gögnum sem flæði gegnum ráterinn.
engin möguleiki þið getur verið að geyma þetta allt saman, heldur bara veljið úr það sem áhugavert. Hvað veljið úr? Jú, þið viljið veljið úr það sem stærsta gildin. Þið eitthvað lítið gagnapláss til að geyma það, en þannig að þið getur bara valið þau stærstu, þá viljið henda út þeim sem eru þá minni. Og hérna þá dæmi, hérna einhver lista af einhverju upphæðum, dagsetningar, einstaklingur, upphæðir, og við viljum geyma til dæmis, hver eru 5 stærstu upphæðarnir hérna. Nú auðvitað verið auðvelt að raða þessu og velja þá bara, þau sem koma aftast til 5, en eins og ég segi, við höfum ekki tíma til þess í fyrsta lagi og við þurfum ekki að brugðist við að það sé alltaf verið að bæta við stöðugt. Þannig að hérna væri þá dæmi hvernig við nýttum svona forgangsbyggðu, ef við erum með útfærslu á þessu, að þá myndum við einfaldlega bara henda á gögnum inn í gagnagrindina og í hvers skipti sem að stærðin á henni fer yfir eitthvað ákveðið, þannig að fjölda sem við erum áhuga á, að þá eyður við minnstastækjunu. Þú bæti við og eyður alltaf minnstastæki til að tryggja að gagnagrindi verði ekki á stór og í lokin þá sita alltaf eftir stærstu stökin. Stærsta stækið efst. Þannig að hvernig getum við útfært þetta? Það er hægt að gera með því að raða, það tekur einlókan tíma og eitthvað pláss, en eins og ég sagði, þá þurfum við að hafa all gögnin tilbúin til þess að það sé gangi. Síðan er þetta ýmsar einfaldar útfærslur, þar sem að kostnaðin við hverja aðgerð er línulegur í stærðinu og inntakinu. Dæmið það væri hvað? Einhver. Eru þeir að stríða mér? Við sjáum hérna dæmi. Það sem við viljum komast að er þetta hérna. Við viljum að kostnaðin við hverja aðgerð sé lítill. Logaritmi er mjög hægt vaxandi fallmenni. Ef kostnað per aðgerði er bara logaritmi, þá erum við góðum málum. Ef það er línulegur, þá erum við slæmum málum. Hérna eru 2 útfærslur af einfaldar útfærslur. Önnur er svo einfaldlega bara að geyma þetta í fylki, órauðu fylki. Við bætum stökunum alltaf við aftast í fylkið. Mjög auðvelt að setja stökin inn. Hvernig finnum við hvað með að eyða stærsta stækinu? Það tekur dálítið meiri tíma, vegna þess að þá vitum við ekkert röðuna á stökunum. Við erum að fara í gegnum öll stökin og leita stærsta stækinu, eyða því út. Ekki satt? Hin leiðin verður svo að tryggja að það sé alltaf auðvelt að eyða úr með því að halda fylkinu röðuðu. Og þá er alltaf mjög auðvelt að eyða, en aðeins meira mál að setja inn, vegna þess að þá verður að stinga því réttan stað og hlýðra því til þannig að það sé réttum stað í fylkinu. Þannig að ef þú heldur þessu röðu þá er dýrt að setja inn í grindina, það er ódýrt að taka úr henni. Ef við heldur þessu óröðu þá er auðvelt að setja inn í hana, dýrt að taka úr henni. Já. Hvað ef þú ert með þarna einhverja klasa sem geymir það stærsta sem hefur verið sett inn í hann? Já. Og uppfærið það alltaf þegar þú setur inn í hann? Já, ok. Er það eitthvað? Það er fín hugmynd. Það er alltaf auðvelt að svara því hvað sé stærsta stækið. Þannig að ef þetta væri alltaf spurningum að við varum með speil hérna. Já, speil, hermdu mér, hver og hér á landi er besti tölvunarfræðingurinn? Þarna, já, ok. Þá er þetta mjög auðvelt vegna þess að þá bara, eftir því sem gögnin kom inn, þá bara uppfæra maður gildið og þá veit maður alltaf hvað stærsta stækið er. En hvað er vandamálið við þetta? Næstasta, já, og? Þriðjastasta, já. Málið er þetta að við viljum ekki bara vita stærsta, við getum hugsanlega vilja eyða þessu stærsta úr. Og þegar þeir eru búin að eyða þessu stærsta, hvað gerur þá? Þá ertu komin í sama stað niður, þá þetta fari gegnum all stökin aftur. Þá getur þú hugsað, já, ég ætla bara að geyma í fyrstu 2. En þá kemur þriðjastasta. Og ef ég fer að geyma fyrstu 10, þá fer það ans mikið utanumhald, ekki satt.
Þannig að þetta í fínu lagi ef þetta svona statist, þar að segja að það eru engar eyðingar úr þessu, þá auðvelt að fylgjast með stærsta stakkinu. Og hugsanlega líka 2, 3, 4 stærstu. En ef þetta var dýnamist sem við bæta við og eyða, þá verður þetta flóknara. Og við þurfum einhverja leið til þess að balansera þetta. Þannig að kostnaður við viðbót og kostnaður við eyðingu að það sé svona tiltölulega jafnt. Því við þurfum að gera hvoru tveggja. Það er ekki nóg að vera bara fljótur að setja stökin inn ef þú þarft að líka eyða þeim einhvern tímann út. Ok? En hérna er allan útfærslan á þessari einföldu útgáfu, það er að segja órauðu útgáfu. Innsetningur er mjög auðveldur vegna þess að við einfallega bara setjum þið inn í aftasta hólfið í fylkinu og uppfærum síðan teljaran 1. Við erum með fylki hérna af stökum. Hérna er það gert svona generic með því að hafa almennt tag sem heitir key og það extends comparable. Það þýðir að það er svona útvíkkar það. Í staðinn fyrir að kalla allt saman comparable, þá er vandamálið það svo ef þið munið að það er ekki hægt að búa til almennt generic fylki. Og þess vegna notaður hérna nýtt tag, key. Þetta er allavega heldur utan töga hvaða tagi sem er. Auðvelt að setja inn, auðvelt að tjekka hver fjöldi staka er, en þetta með að eyða er alltaf meira mál. En það er svo sem ekkert flókið í sjálfu sér, við ætlum bara lúpum í gegnum all stökin og athuga hvort að núverandi stak sé stærri heldur en núverandi hámark, ef svo er þá uppfærum með hámarkið. Og í lokin þegar við búin að fara í gegnum all stökin, þá þurfum við að taka stakið út og leiðin til þess er að við bara setjum það aftast í fylkinu og lækkum teljaranum 1. Takk eftir við fyrst lækkum við teljaranum, svo skilum við því staki sem er í því hólfi og þar með situr það staka eftir. En ef við viljum virkilega henda út stökunum, þá verðum við að passa okkur að eyða þeim beinlis. Munið eftir þessu hangsi þarna. Ef stökin verða ennþá til, það verða tilvísar í stökin, þannig að það ruslarsafnar hreinsur það ekki. Ok, þetta verður einfald útfærslan. Eins og ég sagði, kostnaður við hana er lítill fyrir insert, mikið fyrir eyðingu. Ef við höfum að raða þá er það mikið fyrir insert, lítið fyrir eyðingu. Við viljum balansera þetta þannig að báðar aðferðirnar verði logarithmískar. Einhver hugmynd? Já, ég ákvað að það verður svo erfitt að fylgja eftir hérna fyrirlesturinn, en ég ætla að setja inn svona örpásur, ef mér vilja að tjekka á Facebook. Þannig að ég er hérna með einn uppáhalds grínustanninn sem ég skýt hérna inn á milli, Groucho Marx, vitið hvernig hann var uppi? Það kom mér rosalega langt síðan eitthvað, 1930, 40 eitthvað alveg. Það sagði margt ansi sniðugt. Man does not control his own fate. The women in his life do that for him. I intend to live forever or die trying. Svo er þetta eitt uppálda mitt. I've had a perfectly wonderful evening. Ég myndi ykkur að hans ég búin að borða einhverju góðan mat, er í boði einhver staðar, svo segir það þetta. I've had a perfectly wonderful evening, but this was not it. Ok, vindum okkur í þessa flottu gagnagrind, hrúgur, eða formulega sér tvíundarhrúgur. Rifjum upp tvíundatré sem við þekkjum á elskum. Það eru allir hnútar annarkvort með engibönn eða já, þeir eru með vísa í vinstur og hægri bönn og sem að tré sé fullkomið ef það sé fullkomlega balanserað, nema hugsanlega neðsta lagið. Hérna erum við með fullkomið tré með 16 hnútum. Það er að segja á lagi 0, 1, 2, 3, þar eru allir hnútarnir til staðar. En á neðsta laginu, lagi 4, þar er bara 1 hnútur kominn. Og það er auðvelt að rökstyðja að ef við erum með svona fullkomið tré með hnútum, þá er hæðin á því gólfið af logranum n.
Það meira sem nákvæmt gildi, þannig að sjáum að þegar að ef við erum með einhver fjölda og hæðin hækkar, hæðin á trénu jú leið frá rótinni niður í lengsta, dýpsta lauf og hæðin þá teljum við fjölda leggja á leiðinni. Þess vegna köllum við þennan hérna neðsta af hæð 4, af því það eru 4 leggjur á leiðinni. Efsti hnúturinn í rótinni af hæð 0. Og hæðin á slíku tré sem sagt gólfið að loka en akkurat vegna þess að það hækkar alltaf þegar við bætum við hnút, það akkurat velda 2 sá hnútur sem var bætt við. Þannig að þetta akkurat hnútur númer 16 sem var bætt við og við það varð hæðin á 4. Næst hæðin hækkar, þá verður enn orðið 32 og þá hæðin akkurat 5 sem lagurinn af 32. Ok, lykilatriði. Þetta eina lykilatriði sem við þurfið og ég á eftir að hamra á þessu nokkur sem í gegnum námskeiðið. Hæðin á fullkomnu tré logaritmísk í fjöldan hnúta. Fjöldin hnúta 2 í veldinu hæðin. Lykilatriði, ok. Já, þetta þessi sniða mynd hérna. Það verður sem fullkomin tvíundatré birtist í náttúrunni. Þetta einhvers konar döðlutré, pálmatré sem hefur þennan sérstaka eiginleika. Það skiptist alltaf í tvennt. Og virðist ég vil halda mjög jöfnu lagi. Þetta verður sérst tölvunarfræði tré ætti að kalla þetta. Nema það vex upp af því eins og venjuleg tré gera. Ok, hérna kemur lykilslæðar. Þetta gagnagrindin okkar. Það að við lítum á hrúgu annars vegar sem svona fullkomið tvíundatré og hins vegar sem fylki. Hvernig þá? Jú, það þannig að við fyllum inn í fylkið í réttri röð eftir lögunum eða eftir stigunum í trénu. Til að mynda, rótin í hólfi númer 1. Bödd rótarinnar í hólfi númer 2 og 3. Hnútarnir á næsta lagi, þá fer maður frá vinstri til hægri og þá númerið það 4, 5, 6, 7. Næsta lag 8, 9, 10, 11 og svo framvegis. Og þannig samsvarar þetta tré sér þessu fylki. Ok, þannig að við geymum tvíundatré á svona hagkvæman hátt þar sem við geymum það í fylki og vinnum bara með fylkið. En það gott að hafa í huga alltaf þess að sýna það sem tré. Við byrjum í hólfi númer 1, það hægt að byrja í 0 en einhverjum ástæðum þá vilja þeir hérna, það aðeins einfaldara að byrja í 1 og svo bara fylgjum eftir þessum bendum, eftir þessum lögum og takja eftir að því þetta í fylki, þá verður þetta svo ódýrt. Við þurfum ekki að hafa neina benda, þetta ekki dýnamísku uppfærsla, þannig að þetta hefur kostið þess að vera með fylki þó að þetta sé rauninni verið að tákna tré. Ok? Þetta format á hreinu? Já. Af hverju ekki að nota 0? Hvað setur við það í 0? Það einfaldar reikningarna örlítið. Það oft gert þannig að það sé í 0 en það ekki gert hérna. Hvernig einfaldar reikningarna? Já, til að mynda. Ef þú ert með hnúta einhverjum stað, og þú ert hnútunum á K, þá eru börnið þín hnútunum með 2 K og 2 K plus 1. Til að mynda hnútunum með 2, hann með börnið 4 og 5. Hnútunum með 5, það 2 5, 10, 2 5 plus 1, það 11. Og það þýðir líka að það auðvelt að finna foreldrið, þú bara tekur númerið á hnútnum og deilið með 2. Og deilum 2 sjálfkrafa tekur úr gólfið. Okay? Þannig að þú vinnur með bara þessi indexa sem vísa á hnútana í trénu. Og þetta alltaf sem þið þurfið að vita þennan strúktúr. Já. Þið vitið að ef við gerum deilingu deilum með heiltölu í hérna Java eða C++, þá alltaf tekið gólfið. Ok, og svo meira þess að tryggjum við það að það verður að fyllum alltaf hérna frá vinstri til hægri. Þannig að ef það eru til dæmis bara 4 hnútar í þessu tré, þá verður allir hérna í vinstra hluturinn, hérna á þessu neðsta lagi.
En þetta eru það sem við kallum hrúguskilyrði. Nei, þetta er ekki hrúguskilyrði. Þetta eru eiginleikarnir. Varðandi hvernig þú ferð upp og niður í trénu. Það sem við viljum tryggja er það, sem við kallum hrúguskilyrði, sem er það að foreldrið á alltaf að vera stærra eða jafnt og börnin. Það er hrúguskilyrði. Það tryggir það að það er þá stærsta stakki sem er efst. En svo veist ekki, sko, hvað er næstasta stakkið? Það getur verið hérna vinstra eða hægra megin. Og þetta er raun eiginleikinn sem við viljum uppfylla. Við viljum uppfylla það þannig að það uppfyllir þetta hrúguskilyrði, það er þessi raða svona, til að mynda þessi hnútur hérna T, hann á að vera stærri heldur en börnin sínu sem er S og R, og S er stærri en N og P er stærri en H og G og svo framvegis. Þannig að þetta neðra tré hérna er komið í rétt form. Það sem við þurfum að gera er að tryggja, eða viðhalda þessu hrúguskilyrði. Þannig ef eitthvað breytist í trénu, þá lagfærum það sem fer úrskeiðis. Og það eru tvær aðferðir sem notum til þess, sink and swim. Við getum kallað það hvað? Fljóta og sökkva. Þetta er svona eins og þegar fólki er kastað út í eitthvað óþekkt, sko, annarkvort syndir það eða það drukknar. Við hugsaðum frekar að það annarkvort flýtur upp að við eða sekkur niður. Ok, og skoðum fyrst hérna sundaðferðina, þetta flot. Hugmyndin svo, ef við erum með hnút, ef við erum einn hnút sem er í bága við þetta hrúguskilyrði, vegna þess að hann er með stærra gildi heldur en foreldrið, þá þýðir það að gildið hans þarf að færast upp að við. Hann sem þarf að fljóta. Og þá keyrum við swim á þennan ákveðnan hnút, í þess tilfelli T. Og þá einfaldlega bara skiptum við á við foreldrið, ef þau eru að vera á, og foreldrið þess, og foreldrið þess, og foreldrið þess, þar til hann komið í réttan stað. Þannig að eins og hérna, við vorum með T-ið hérna, T-ið er minna en P, þá skiptast þeir á. T-ið er minna en S, þá skiptast þeir á. Og nú setjum T eftir hér, S er við sokkinu nummer 1 og P er við sokkinu nummer 1. Og þetta er öll lykkjan sem er í þessu. Við einfaldlega, á meðan við erum að vitlausum stað, þá framkvæmum við skiptingu. Og uppfærum bendin, ekki satt, við förum vísum núna á foreldrið, vegna sem við vorum bara að færa hnútin upp í foreldrið. Foreldris hólfið. Síðan þurfum við líka að tekka að hvort við séum komnir upp í rótina og þetta fyrra skilyrði tryggir það. Við séum ekki komnir þegar upp í rótina. Ha? Já. Nei, tréð er eins balanserað eins og áður, sko. Það tryggja að þetta hrúguskilyrði sé uppfyllt. Það er að segja að það sé alltaf stærsta gildið efst og síðan minni gildið þar fyrir neðan. Þetta er gert frekar heldur hefðbundna tréð, þar sem herri stök eru... Akkúrat. Það er mikilvægt að rugla þessu ekki saman. Tvíleitar tré er raðað allt annan háttöldur þessi tré. Það eru stakið í miðjunni sem er í rótinni og síðan eru minni stök vinstri megin og stærri stök hægri megin. En hérna er það þannig að það er þessi hrúguröðun, það er stærsta stakið efst og minni stök fyrir neðan. Og það er að því að við höfum sérstakann áhuga á þessu stærsta staki. Meðan að í tvíleitartréð þá erum við verið að raða öllum stökunum með ákveðna röð. Hérna er bara hlut raðað, já. Og hvað heitir þetta? Ha, hvað heitir þetta? Þetta kallast hrúga, heap. Já. Það er þetta til 2 íslensk orð sem eru notuð sem þýðing á hérna heap. Annað er hrúga og heitir kös. Og menn hafa haft að þann máta að það er líka tvenns konar fyrirbæri sem er kallað heap í tölvunarfræði, annars vegar þessi hrúgu gagnagreind og hins vegar þetta svæði þar sem minnisúthlutunin fer fram. Og þá höfum við yfirleitt notað kallað kös fyrir þann hluta, meðan að gagnagreind er kallað hrúga. Og já, þetta eiginlega tengist hérna skemmtilegu hérna prinsipi, ég veit ekki hvort þið heyrstu um þetta, Peter Principle.
Þetta sem sagt einhver teóri í stjórnunarfræði sem það að allir þeir verði hvað segir maður? Menn fá alltaf stöðuhækkun þar til menn orðnir óhæfir fyrir starfi sem þeir eru í. Af því að, ef menn standa sig vel í starfi, þá hafa menn stöðuhækkun, svo kemur að því að þeir hætta að standa sig vel, þá sitja þeir fastir þar, ef þeir standa sig ekki vel, þá það vegna þess að þeir eru óhæfir fyrir starfi. Þannig að þetta svona hugmyndin hérna, menn fljóta upp þar til menn eru komnir eins hátt eins og þau geta hugsanlega komist. Ok, og þá erum við tilbúin getum við útfært þessa innsetningu á einfaldan hátt. Við einfaldlega, ef við ætlum að bæta við staki, til dæmis S hérna, þá setjum það bara aftast í hrúguna og látum það síðan fljóta upp á við. Og þá flýtur þau upp á þann stað sem það á að vera. Allar aðgerðirnar byggja á því að öll hrúgan sé í lagi nema eitt ákveðið stak. Og hérna er þetta nýja stak sem ekki á réttum stað. Við setjum þau inn og síðan látum við svífa upp á við eins langt að þessu kemst. Og kemst upp í lag nr. 1. Og þá erum við komið rétt á stað og við erum komið rétt á hrúgu. Og þetta er allt sem við þurfum til að gera insert. Og hvað er þá kostnaður við þessa insert aðgerð? Einn blóðs login, já, það sést hérna. Af hverju? Það bara hæðin á trénu og þessi konstant við að bæta við einu stæki. Akkúrat. Það er akkúrat, við sjáum að fjöldi, þetta var í rauninni spurning kostnaðinn á þessa svimaðgerð, ekki sagt. Hversu margar aðgerðir framkvæmum í þessum svimaðgerð? Hversu margar lykkju umferðir getum við hugsanlega farið framkvæmt hérna? Jú, við getum ekki farið, stakið fer upp á við og það fer ekki lengur en upp í rót. Þannig að fjöldi umferða er ekki meiri heldur en hæðin á trénu. Og eins og við rökstuðum áðan, hæðin á trénu er bara lokan. Og þetta er öll rökin sem við notum í öllum tilfellum. Þannig að þess vegna er kostnaður við insert núna orðin lokan. Og það er akkur það sem við vildum, ekki satt. Það er ekki konstant, en það er samt mjög lágt vaxandi fall. Ok, svo þurfum við að eyða. Hvernig ætlum við fyrir að því eyða? Sökkva. Já. Já, þá viljum við eyða stærsta stakkinu, þannig að það er rótin sem fyrir út. Og þá þarf einhvern veginn að lagfæra það. Það er komið að einhver glufa. Já, alveg rétt. Einmitt. Við tökum neðstu nóðuna, færum hann upp í rót og látum hann að fljóta niður. Eða sökkva niður. Þetta er komið réttan stað. Þannig að þá þurfum við að geta látið hlutina sökkva. Og það er hugmyndin svo að þá erum við með hnút sem er minni heldur en börnin, þannig að þess vegna er hann ekki á réttum stað. Og þá verður hann að sökkva niður á við. Og hvert látum við að sökkva? Hann er mögulega að sökkva til vinstri eða til hægri. Hvora áttina á hann að fara? Þetta segir, ok, skiptum á lyklunum í forhaldinu við lyklunum á stærra barninu. Akkur við stærra barnið? Stærra á að fara upp, já. Vegna þess að ef minna fyrir upp, þá er það ekki á réttum stað í samanbarði við hitt barnið. Þannig nú, fórinu fram með aftur. Þess vegna verðum við að skipta á stærra barninu. Það getur hérna H-ið, skiptum hérna á stærra barninu og það er S. Þannig S fyrir upp. Nú er S í lagi, vegna þess að S er stærra heldur en P og S er líka stærra heldur en H-ið var. Nei. Það er engin vensla milli hvað er vinstri megin eða hægri megin. Það getur verið hvort sem er. Þetta er lykilatriði. Ekki rugla saman við tvíletatré. Það eina sem við vitum er þessi regla. Það er stærra er upp fyrir ofan.
Þannig að hérna til dæmis, við fórum til hægri til að skipta, en þegar H var komin þangað í staðinn fyrir S-ið, þá berum við saman N og G og þá N sem stærra, það vinstra megin, þannig að við skiptum á því. Þannig að þá fyrir H niður. Og nú þetta uppfyllir þetta hrúðurrönnina. Hérna tengja þetta aftur við svona stjórnunarfræði. Ef það myndast einhver glufa, einhver stjórnandi fer, að þá viltu ráða betri af tveimur undirsátum, ekki satt. Eða hækka hann í stöðu. Og þá þetta lykkjan sem svona framkvæmd, hvað eiginlega verið að segja hérna, meðan 2 sinnum K minni jafnan N. Hvað þýðir það eiginlega? Hæðin ekki þarna staðurinn sem þú ert að skoða. Já. Vörnin. Já. Og N það ekki fjöldistaka í... N fjöldistaka í trénu, já. Og K staðurinn sem staðsettur. Og ef þetta uppfyllt, hvað getum við sagt þennan stað? Já. Nei, ekki ennþá. K ennþá minni en N. Inn í trénu og... Já, við erum inn í trénu, já. Já. En þegar þetta ekki lengur uppfyllt, þá hvað? Ef 2K orðið stærra heldur en N, þá hvað? Við reyndar ekki komin út fyrir tréð, vegna þess að K ennþá minni heldur en N. Akkurat. Við erum komin að laufi í trénu. Af því að síðasti helmingurinn, ekki satt, í fylkinu eru lauf. Og þetta er spurning, á meðan við erum ekki komin í lauf, að þá ætlum við að gera þennan samanburð. Og samanburðurinn að við veljum í rauninni stærra þessum 2 stökum og skiptum á því. Þannig að fyrst byrjum við saman börnin í hólfi 2K plus 1 og jóðáruna núna eftir þetta vísa á stærra barnið. Og síðan berum við saman stærra barnið við stakið sem þú ert með og ef það komið lag, allt í lagi, ef ekki þá þurfum við að framkvæma þessa skiptingu. Þannig að þetta all aðferðin og núna getum við gert þetta eyðingu. Eyðingin akkurat eins og lýsta hérna áðan. Ég hef alltaf haldið, ef maður eyðir út stakið hérna í rótinni, þá við haldið, ok, þá bara veljum við stærra stakið til þess að fara upp á því. En hvað vandamálið við það? Já, þá þurfum við að halda áfram og þá myndast glufa hérna. Og hérna hefði verið allt í lagi í þessu ákveðnu tilfelli. Vandamálið að þá getum við ekki ráðið hvar glufan myndast í laufinu. Og þá verða stökin ekki í réttir röð þannig í botnin. Þannig að trikkið þetta að þegar við eyðum, þá einfaldlega tökum við aftasta stakið í fylkinu, sem sagt síðasta laufið, og færu það upp að við. Og þá dugar að gera sync á það til að lagfæra allt tréð. Þannig að H-ið komið upp, við erum búin að eyða þessu T, allavega það komið út fyrir hrúuna og H-ið þarf núna að síga niður við, það skiptum á því við S, skiptum á því við P og þá það komið réttan staði því að það er stærri heldur en G. Og í lokin, áður við stoppum, þá skulum við skoða demo af þessu. Hvernig þetta virkar allt saman. Við byrjum að því að við bættum hérna við S-i. Það bætist við aftast. Það brýtur þessa hrúuröðun vegna þess að S-ið núna stærra heldur en foreldrið, H. Þannig að við framkvæmum svim. Takk eftir að S á eftir að halda áfram að færast upp að við, hversu langt? Jú, þangað. Ok. Næst beðið að eyðum stærsta gildinu. Þannig T fer út, H-ið kemur í staðinn, H-ið sígur niður við. Aftur eyðum við stærsta gildinu. S fer út, G fer í staðinn, G sígur niður. Nú fer það þangað og það er komið í lag.
Nú bætum við S-i. S-ið er sett hérna aftast og þá að síga upp á við. Það sígur ekki upp á við, það flýtur upp á við. Ok, S-ið fyrir hingað og allar leið fyrir út, sko. Já, og þá var það búið. Ok, spila þetta aftur. Eyðum stærsta gildinu og það sígur niður við. Aftur með eyðum, G-ið sígur niður við. Bætum við gildi og það flýtur upp á við. Þetta er síðan allur kóðin fyrir gagnagreindina. Það er að segja að þetta er skapalónið utan þetta. Kóðin sjálfur fyrir aðgerðnar er eins og hann var áður, fyrir Delmax og Insert. Og svo er þess að tvær hjálparaðferðir, tæki eftir að þær eru sýndar sem private, fyrir Sync and Swim. Sýndu þessa hjálparföll hérna til þess að bera saman, Less og Exchange. Og það er eiginlega komið. Smiðurinn einfalda bara býr til fylki. Þetta er hérna sett upp að þessi fylki með fastri stærð. Það er bara til að halda hlutunum einföldum. Ef við viljum að þessi geti ráðið við hvaða stærð sem er, hvað gerum við þá? Ef við viljum að ráða við hvaða fjölda sem er, þannig ef við vitum ekki fjöldan fyrirfram sem verður í hrúgunni. Ef við viljum ekki hafa fylgja fastri stærð, kvikt, já, en það þarf að vera stakkanlegt, ekki satt. Við viljum resizable útgáfu, þar sem við afritum alltaf stökin ef það er, og alveg upp á nýtt ef það er ekki nóg pláss. Og þá er þetta summering á þessu. Með þessum einföldu aðferðum þá erum við með töluverðan kostnað fyrir aðra hvora aðferðina. Með þessari hrúgu þá er logarithmisk kostnaður fyrir hvoru tveggja. Það eru til aðrar útgáfur sem við náttúrulega skoðum ekki hérna en gaman að vita. Til að mynda er hægt að nota í staðinn fyrir tvíundatré, er hægt að nota þríundatré. Hvaða áhrif myndi það hafa ef við erum með þríundatré? Hvað er hæðin á þríundatré? Log 3 af n, einmitt. Log 3 af n er minna gildi heldur en log 2 af n. Það ætti að vera gott mál, ekki satt? Þetta er allt háð hæðinni. Og það er svona verið insert ódýrt vegna þess að það er ódýrt að fljóta upp á við. En sync verður dýrara af hverju? Akkurat, þú þarf að bera það saman öll 3 börnin. Þannig að núna í staðan fyrir að það sé sko við berum bara saman 2, þá þurfum við að bera saman með 3. Þannig að Delmax verður þá hlutfallslega dýrara. Og síðan til flóknar gagnagrindur sem ná meira að segja insert niður í konstant, meðan að Delmax er ennþá tiltölulega ódýrt. Hins vegar eru þessar tiltölulega flóknar og með háa konstanta, þannig að í praxis er þessi tvíunda hrúga það sem er oftast notað. Og þá þekkið hana. Og þá komum pása. No?
Þetta líka alveg jafnvel. Og það meira það að þú getur hægt svona, þú getur Þannig getur við alveg tala, þú spyrir hvað aðeins hver getur minnstallegi? Minnstallegi getur næstur hvað sem þú getur rætt við hérna, það var náttúrulega leið. Jú, það leið, það getur við hraðið. Já, það eina Animation. Han driver med hon
Það var bent á að það til ansi góð animation á svona gagnagrindum á netinu. Til að mynda þessi hér, það sem maður að sjá, til að mynda maður eyðir hérna og maður sér hvaða aðgerðir eru framkvæmdar. Og það meira að stoppa það og síðan að láta taka skrefin tilbaka aftur og fara áfram, skref fyrir skref. Þannig að það er gott að rifja þetta upp hérna þegar að maður að skoða þetta. Ég með 2 hérna viðbót með þennan, við erum kannski búin að sjá þetta. Behind every successful man is a woman. And behind her is his wife. Svo þessi hérna sem þótti mjög vafasamur á sínum tíma. I remember the first time I had sex. I kept the receipt. En þetta ekki bara sniðug gagnagrind almennt talað, heldur nýtist hún líka til þess að fá mjög snirtilega röðunaraðferð sem kallast heapsort. Og hugmyndin er einfaldlega þessi, við búum til hrúguna með öllum lyklunum, þar sem setjum öll gögnin inn í hrúguna og síðan bara eyðum alltaf stærsta stakkinu. Og það væri hægt að gera það með því að einfaldlega bara hafa 2 forlykkjur, hafa insert á öll stökin og síðan del max n sinnum. En útfærslan á þessu er aðeins öðruvísi, örlítið, til þess að ná út smá skilvirkni. Við skulum sjá hvernig það virkar. Okkur sem gefið eitthvað fylki, við lítum það sem svona hrúgu sem er gölluð og við lagfærum hrúguna þannig að við séum komin í uppfyllir hrúguskilirðin og síðan bara eyðum við stökunum hægt og rólega. Við eyðum þannig að fyrst eyðum við x-inu og þá setjum það aftast í fylkið. Og þá er hrúgan komin í lag og þá kemur t-inn upp og næstu er það t sem fer aftast í fylkið. Og þannig endar þetta sem svona raða fylki. Og leiðin til þess að laga það er það að við lítum svo á að við séum sérsagt með, við þurfum að laga hvern út fyrir sig. L og er í sjálf sér í lagi eitt og sér, en er á vitlausum stað, eða við þurfum að tekka á því og þá þurfum við að lagfæra það, við þurfum að gera sync, þannig að til að fá þetta tré sem er með rótina 5 í lag. Og næst lagfærum við 4, lagfærum 3, lagfærum 2, lagfærum 1 og þá er allt komið í endanlegt horf. Skoðum hérna demo af þessu. Já, interessant. Alveg það sem ég er að vonast til. Ég má sjá hvort að það sé lagi hérna á síðunni þeirra. Taldi stórt. Þetta er betra. Það getur við ráðast fyrst á fyrsta stakið eða aftasta stakið sem er ekki lauf, það er þá 5-man og lagfærum það stak, það sígur niður við. Núna lagfærum við stakið hólfið 4. Það eru réttum stað sem þýðir við erum þá komið með gilda hrúgu með 3 stökum. Næst verðum við þá hólf 2, þar þá þetta R, nú er þetta komið í lag. Síðan fyrir við hólf 2, takk ég eftir að stökin fyrir neðan eru gildar hrúgur. Annars verður þessi 3 stakka hrúga sem er rótina 10 og hins vegar 3 stakka hrúgan með rótina L
og þá þurfum við bara að lagfæra O út frá því. Það er að segja O sígur niður við og þá er þetta komið í lag. Og þá er rauninni öll hrúan komið í lag fyrir utan rótina og þá gerum við bara sync á rótina. Síðan framkvæm ég hérna þetta demo, ok, hvað er ég að reyna að gera? Þetta var construction, síðan viljum við hérna rauninni eyða stökunum og þá gerum við það þannig að við setjum þau aftast í fylkið, þannig að ef við förum hérna aftur. Já, nei, það er ekki alltaf að gera. Jú. Stærsta stækið fer aftast. Við eyðum því og þannig og við skiptum á hérna aftasta stækinu og það staks sígur niður. Við reynum að gera það sem að del max gerir. Við bara geymum þetta stærsta stæk í staðan fyrir að henda því bókstaflega, þá setjum það aftast. Og nú er þetta komið í lag, restan af hrúunni með þessum 10 stökum. Síðan eyðum við því stækið sem núna stærst, gerum það með að færa þarna aftast og nú er að koma út fyrir hrúuna sjálfa. Síðan lagfærum við það sem eftir er hrúunni. Já, akkurat. Það er bara counter n sem segir til hvaða stök í fylkinu er rauninni í hrúunni. Þannig að öll stökin hérna, bæði þessi sem eru hérna aftast og þau sem eru í þessu tré eru í fylkinu, það er bara n sem segir til akkurat hvað er rauninni í hrúunni svo kallar. Og núna sjáum við hvernig þetta getur haldið áfram, ekki satt. Stökin færast alltaf aftast í fylkið og hrúan sjálf minnkar og minnkar og eftir situr raða fylki. Næst kemur S í staðinn fyrir E og sígur niður við. R-ið kemur og M-ið sígur niður. Svona haldum við áfram. P-ið, A-ið sígur, O-ið. Skipta þessum tveimur og lokum er þetta bara eitt tak eftir. Þá er það búið. Ok, þannig að þetta er alltaf sumt. Við bara byggjum upp hrúuna og síðan eyðum við stökunum í réttri röð. Skoðum þetta aftur hérna. Þetta er kóðinn. Við sem sagt göngum á alla innri hnútana og framkvæmum sync á þá í öfugri röð. Það byrjum að aftast að þeim neðsta. Þess vegna byrjum við á hólfi n deilt með 2. Þetta er síðasta hólfið sem geymir hnút sem er ekki lauf. Og förum niður í 1, það er rótin. Og kallum sync. Þannig að fyrst þá kallum við erum með 11 stök sem þýðir að n deilt með 2 er þá 11 deilt með 2 sem er 5, rúna niður við. Þannig við byrjum á staki 5, lagfærum það, fáum þetta 1. Fyrir síðan 4, lagfærum það. Fyrir síðan 3, lagfærum það. 2, lagfærum það. Og að lokum sittum bara eftir rótin og við lagfærum hana. Ok. Þetta er þessi hrúu lagfæring, eða heap construction aðferð. Og síðan til þess að raða því, þá erum við þessa lykkju hérna. Við einfaldlega eyðum stökunum úr hrúunni en setjum það aftast í fylkið. Og það er nákvæmlega það sem við fylgdum eftir hérna áðan. Nú þetta er síðan kóðinn sem þeir skilja eftir. Þannig að það er þessar 2 lykkjur sem eru hér. Heap construction annars vegar og síðan hérna, röðunin sjálf
og þeir setja þetta upp í sérklasa. Nei, þetta undir hípklasanum, en þetta eru statískar aðferðir hérna fyrir röðunina, sem þýðir að þær þurfa þá líka statískar aðferðir fyrir þessar hjálparföll, fyrir sync, less og exchange. Við þurfum ekki svimma því við notum það ekki við þetta. Og til að flækja hlutin aðeins, þá skipta þær hérna yfir í úr því að byrja með rótinni í hólfi nr. 1 yfir að byrja með rótinni í hólfi nr. 0. Af hverju ætlum við að gera það? Já, málið er að fylkið kemur uppaflega þannig inn, ekki satt? Það byrjar í hólfi nr. 0 og endar í n-1. Okay. Og þú vilt að endi þannig líka í lokin. Þannig að þá þarftu eiginlega, þá var það klúðuslegt að þurfa að hliðra öllu til eða eitthvað eða áður og eftir að þú ert búin að gera eitthvað. Og það er svona umbreytaði þessu. En þá er spurning hvort það hefði ekki verið einfaldara að hafa bara eina útfærslu, en þeim fannst hitt vera einfaldara til að útskýra hvernig gagngrindi sjálf virkaði. Hérna svona trace af þessu. Þannig að hérna er það sem gerist í fylkinu. Við getum reynt að fylgja þessu eftir, en það er mjög erfiðar að sjá þetta svona heldur en að sjá þetta hérna myndrænt, ekki satt. En þetta er nákvæmlega það sem að útlitið á fylkinu er eftir því sem gerir það sem aðgerðir sem hann sýndi hérna áðan. Þetta er staðan eftir hverja umferð. Hérna er orðið raðað, hrúraðað þar að segja. Og þá eyðum við öllum stökunum til að eftirsitur þetta raðafylki. Nú, það sem við nota hérna er svokallega max-hrúa. Það er að segja, það er alltaf stærsta gildi sem fyrir efst. Það er líka til svokallega min-hrúa. Minnsta gildi fyrir efst. Hver er munurinn? Það er bara hvort við notum stærri eða minni, ekki satt. Og það fer eftir því hvernig við notum hrúunum síðan, hvort það er sem er skiptir máli. En það er alveg nákvæmlega eins fyrirbæri. Nú, hvað getum við sagt um þetta? Það er auðvelt að rökstyðja að við notum þetta marga samanburði fyrir röðuna sjálfa, að því að við erum að nota þarna sync, við notum sync fyrir hvern einasta hnút og login aðgerði fyrir hvern hnút. Það er hægt að endurbæta þetta aðeins til þess að náður niður í 1 sem n-login. Það er hins vegar flóknara mál að sýna fram á að þetta sé ekki nema 2 með n. Þessi línulega fjöldi til þess að endurgera hrúu. Til að búa til hrúu úr óröðu fylki, þá tekur ekki nema línulega samanburði. Það er eitthvað sem við gætum gert hérna, en það er aðeins svo teknilegt til þess að hafa í þessu námskeiði. En pointið með þessu er það að við erum hérna með aðferð sem þetta er verstafallstímaflækjan n-log-n, og hún er in place. Við notum ekkert aukapláss. Það er raðað á staðnum. Meðan að merge sort er ekki in place, það notar línulega pláss. Quicksort er heldur ekki, allavega ekki í versta tilfelli. Þá getur það tekið meira pláss og meira tíma, segi ég. En heapsort hefur þessa stóru kosti. Hins vegar hefur það ákveðna galla og það er rauninni atriði sem er erfitt að sjá kannski út frá þessu námskeiði vegna sem hérna mælum við bara tilvísanir fylki, en þegar þið hérna hafið tekið námskeiðið stýrikerfi þá skoða aðeins áhrif skyndiminnis eða cache-minnis á skilvirkni reiknita. Og til þess að nýta þetta cache-minni á skilvirkan hátt, þá er mikilvægt að maður sé alltaf að lesa minnið í réttri röð. Meðan að í þessu hrúi þá hoppum við upp að við í fylkinu, þá erum við að fara á allt annan stað í fylkinu. Og það er ástæða fyrir að hverju þetta eru dýrari tilvísanir í fylki heldur en hérna til dæmis í merge sort, þar sem
lesum alltaf stökin í réttri röð og skrifum þau líka í réttri röð. Og síðan þetta ekki stöðugt reiknirit sem tiltölulega auðvelt að sjá. Þannig að samantekt á þessu ef við skoðum þessi reiknirit okkar, að þessum þá hef ég nú kommentir út hérna shell-sort, við hefum ekki skoðað hana, við hefum heldur ekki skoðað hérna þessa three-way útgáfa quicksort. Við hefum séð, 4-5 mismunandi röðunaraðferðir. Allar hafa sína kosti og sína galla. Hérna með heap-sort hefur það eiginleika að það n log n í versta falli og það raða á staðnum á þess að taka aukapláss sem að hvorug hina aðferðina quicksort eða merge-sort eða insertion selection sort uppfyllir. Og þetta eitthvað sem það ætti að nótera hjá okkur, átta okkur á því hverjir eru kostir og hverjir eru gallar hinna mismunandi reiknirita. Í hvaða tilfellum ákvaða reiknirit við. Það var eitt sem ég ætlaði að hérna átt eftir að taka fyrir hérna, varðandi hrúgun almennt talað. Það mjög praktískt að þetta sé óbreytanleg gögn, vegna þess að þessi gagnagrind okkar, hún gerir ráð fyrir það að gildin sé ekki að breytast með þetta á hrúgunni. Það myndi rugla alveg hrúgu skipulagið ef gagnið fara að breytast til. Og það ein rök fyrir því að nota svona immutable gagnatög. Nú, við þurfum síðan að gera ráð fyrir undirflæði og yfirflæði á gagnagrindinni. Undirflæði ef það reynt að framkvæma del max á tóma hrúgu. Og þá myndum við vilja bæta þeim kóða við, þannig að við kostum hérna fráviki ef það reynt að gera það. Yfirflæði, það þegar við erum að reyna að bæta við stökum þegar það ekki pláss fyrir það. Við ræddum áðan lausnina á því sem stakkanlegt fylki, akkurat. Og ég nefndi þetta hérna áðan, það hægt að nota min heap eins og max heap og einu munur sá að þá erum við að nota greater samanburð í staðin fyrir less samanburð. Það einu munurinn. Síðan hægt að líka útfæra ýmsar aðrar aðgerðir. Til að mynda, ef við hugsaum út frá stýrikerfi, við erum að halda utan hérna þessi mismunandi ferli, þau hafa ákveðin hérna forgang og svo bíða það einhver tíma og þá ættu það að fá hærri forgang að þið eru búin að bíða svo lengi. Og þá þarf að vera möguleiki að það þarf að breyta gildanum. Og þetta líka mikilvægt í hérna dagstæra reikniritinu að þegar við erum búin að átta okkur á að ok, það til styttri leið yfir í þennan hnút, þá þurfum við að uppfæra matið okkar á kostnaðinum í að komast í þennan hnút. Þannig að það getur verið mjög gott að hafa aðferð sem heitir change key, þannig sem breytum gildinu á hnútnum. Sjáðu þið fyrir ykkur hvernig myndum útfæra slíka aðferð. Segjum sem svo við erum með benda inn í fylkið og segjum nú vil ég hækka þetta gildi og við erum með max heap. Hvað þurfum við þá hugsanlega að gera? Fljóta upp, já, akkurat. Ef gildi hækkar þá þarf hugsanlega að fljóta upp. Ef gildi minnkar þá þarf að bara sakka niður. Þannig að það eina sem þarf að gera. Hvað með að eyða stöki, segjum við viljum benda á eitthvað eitt ákveðið stak og við viljum eyða því innum miðri fylkinu, ekki toppurum fylkinu. Hvað segirðu? Það ekki þá bara sama aðferð en að þú ert ekki að fylgja við rót sem staðum sem svissa. Akkurat. Ég gera það nákvæmlega sama, við skiptum þá á aftasta stakinu og þessu staki sem við ætlum að eyða út. En nú þurfum við að bjóða upp á það möguleika að ekki bara það geti sökkvað niður við, það geti líka þurft að fljóta upp á við, já. Því að það geti verið aftasta, það ekki endilega samanburð þannig að milli sveitveggja staka.
Og það eru ýmsar svona aðferðir sem hægt er að útfæra og allar það kostar bara logarithmískan tíma. Ok, þetta var allt þetta. Það taka hérna dæmi notkun af þessari gagnrýnd og bætti inn hérna við fleiri spaugirðum frá vini okkar. If you fall out of the window and break your both legs, don't come running to me. Og svo þetta eitt uppáhaldssetning minn svarandi prinsip, sko. Hann segir, sko, I have very strict principles, very strict. And if you don't like them, I have others too. Svo þetta með klúbba. Hann sagði sem sagt að ég myndi sko ekki vilja vera meðlimur í klúbb sem myndi vilja hafa mig sem meðlim. Það var einhver vafasamur hópur. Heyrðu, þeir taka hérna dæmi hérna svona simulator. Event-driven simulation, það er að segja það er einhver animation sem er í gangi, eitthvað sem við viljum fylgjast með og eitt af því sem hérna getur nýst í þessu er að vera með svona forgangsbyrjuð þar sem við þurfum að taka eftir hvaða atburður er það sem er næstur okkur í tíma eða hefur mestan forgang. Og þetta er tölvöru kóði eða svona dálítið útleiðsla í þessu, dálítið hérna eðlisfræði, við þurfum ekki að sökka okkur niður í það, bara átt okkur aðeins á því hvernig er verið að nýta þetta. Það sem ég vilja gera hérna er að fylgjast með svona ögnum sem hérna hoppa til og frá, það er að segja að það rekast á og fjadra þá tilbaka aftur. Það getur verið mismunandi hraða og þurfa þá að geta hoppað í mismunandi áttir. Og ég held að ég sé mér sem með já, aðeins að sjá hvað ég er með hérna til að sýna ykkur. Veitu hvernig fær maður skélina hérna? Skrifa CMD. Hvar? Skrifa það bara. Thank you. Virkar ekki. Þessi nú stafsett hjá mér. Dropbox mappinu minni. Já, ég ætti ekki að sé þarna. Sé tvíbundur. Já, rétt, já, akkurat. Já, að þekkja þetta. Yes. Já. Já. Java er þarna, já. Ég þarf að þýða hann fyrst. Ok. Jæja. Ég hefði átt að taka tölunum mína með þess að ég er ekki með þetta alveg uppsett. En þið getið auðvitað sótt þetta og sé hvernig þetta á að virka. Þetta er mjög flott hvernig þeir eru með svona agnir sem rekast á fram og tilbaka og geta verið að halda utan einhverja 100.000 agnir þessuna á real time.
spurningin sko, hvernig getum við haldið utan svona lagað og útfært þetta á skilvirkan hátt? Fyrsta lagi þá þurfum við kannski að átta okkur á því, setja upp eitthvað líkan og við þurfum svona rauninni einfalt eðlisfræði líkan af þessu. Það til svo kallar jöfnur eftir Maxwell Boltzmann sem segir til hvaða hraða agnir hafa sem einhvers konar fall af hitastiginu, þannig að það mismunandi dreifing af því, það ekki allar agnir sem hafa sama hraðan, en eftir því sem hitastigið hækkar þá náttúrulega hækkar meðal hraðin á ögnunum. Og síðan hérna einfalt animation og það dugur í þessi einfaldu kóði hérna, þar sem við bara einfallega færum til þess að simulate bolta, þá færum við boltan til og teiknum mér upp að nýtt og býðum í einhvern ákveðin tíma og hreinsum og teiknum boltana og býðum. Það þessi einfalda animation lykkja. Og hvernig reiknum við, hvernig hreyfum við hann? Já, hérna þurfum við að einfallega að hliðra honum til samkvæmt þessi vektor, hreyfivektor sem hann hefur. Og við þurfum að tékka hvort við sem búin að rekast á veggi og þá á hann hérna bánsa tilbaka. Allt í lagi. Það ekki of flókið að átta sig á því hvenær það gildir. Þannig að þá sjáum við að til að mynda ef hann rekst út í vegginn hérna hægra megin, þá á hreyfingin í x áttina að fara í öfugátt. Þá reynir bánsar hann akkurat í hinn áttina. Og sama með y-hitið. Og þannig getum við simulega þetta þannig að við bara hefum einhver ákveðið tíma skref og færum okkur einhverjar 50 millisekundur, býðum í einhver tíma og síðan teiknum við þetta upp að nýtt. Býðum, teiknum við upp að nýtt. Það sem flóð ekki máli hérna það að þegar við erum með svona marga bolta, þá ekki bara einhvern fastu veggur sem þau eru rekast á við, heldur þurfum að möguleiki að 2 bolta síðan rekast saman. Og það aðeins flóknara, þá þurfum við aðeins að hugsa hvernig við förum að því að útfæra það. Og hugmyndin svo að, ein hugmynd svo að við einfallega bara uppfærum tíman og síðan tékkum við á hvort að 2 boltar hafi rakist á. Rákumst á. Ef svo að þá einfallega bara hliðrum, þá bökkum við aðeins tilbaka og látum það hérna rekast á og hérna breytum stefnuna á bolta. Það sem flækir málin það að við erum með allt of marga bolta. Ef við erum með n bolta, hvað erum við að gera mörg tékk þá? Þá þurfum við að skoða öll möguleg pör að tók hvort það rekist á. Og eins og þið vitið, það sem vex sem n í öðru alltaf mikið. Sérstaklega því við gerum þetta á hverja einasta tímaskrifi þurfum við að reyna að athuga þetta. Þannig að þetta verður alltaf, og ef tímaskrifið lítið þá verður þetta alltaf mikið tími, ef tímaskrifið var stórt þá getum við mistað því, þau bara baltandi að fara í gegnum hvort annan. Ok, hvað þá til ráða? Hugmyndin hjá þeim svo að halda þetta forgangsbyrjuð. Forgangsbyrjuð á hverju? Jú, af öllum mögulegum árekstrum. Það að segja, fyrir hvern bolta þá reiknar við, ok, hvenær mun ég rekast á hina boltana? Hvenær ef einhver tímann? Og alla slíkir árekstrar þá settir inn í þessu forgangsbyrjuð. Auðvitað rekst ekki á það alla vegna, þú heldur ekki alltaf, ef þú rekst á einn þeirra, að þá myndi ekki hérna rekast á hinna, samkvæmt þessari sömu stefna, því þá átti þetta að breyta stefnunni. En þú veist ekki hvort það þess á fyrsti sem þau rekst á, vegna þess að kannski hafði hans leið breyst á tímabilinu, þannig að það þá næsti bolti, eða það næsti. Þess vegna viltu geyma alla mögulegar árekstra sem við myndum fá út frá þessari stefnu sem þú ert á núna. Okay? Þannig að það þá mögulegur árekstrar og fyrir hvern bolta geymir þetta safn. En þá þarf þetta bara að geta uppfært þessa mögulega árekstrar á skilvirkan hátt og þú hefur til forgangsbyrjuð eftir tíma. Þannig að þá færður rauninni með því að velja minnsta stækið í forgangsbyrjuðinni, það segir hver verður fyrsti áreksturinn sem gerist. Og þá getur þú bara uppfært tíman að þessum næsta árekstri. Ef það gerist eftir lengri tíma heldur en þetta tímaskref sem þú notar, þá bara uppfærir boltana og þarf ekki að hafa áhyggjur af árekstur. En svo kemur að því að það kemur árekstur
og þá einfaldlega bara framkomur hann og þá breytur stefnur á viðkomandi 2 boltum og uppfærur öll þá árekstra sem þeir hafa í þessari frákvæmsleifu. Það pointið með þessu. Svo reiknar þetta á þennan hátt samkvæmt þessu öllu saman og það eru einhverjar flotta jöfnur. Þetta samt ekki rosalega flókið, en þú þarft að halda utan á þetta og þegar að málið þetta að þú þarft að, þegar þú breytir stefnu, þá þarft að breyta forgangsbyrðinni, en það bara línulegu fjöldi aðgerða sem þú ert að framkoma. Af því það bara, fyrir hvern bolta sem breytist, þá breytast árekstrar þínir við allir hina boltana. Þannig í staðinn fyrir hverju tímaskrifi sért að framkoma n í öðru aðgerðir, þá ertu núna að framkoma n aðgerðir, þar sem hver aðgerð kostar logan tíma. Þetta ekki sniðugt? Ekki að segja mér þetta fyrir mig, þetta nota hrúi við eitthvað svona simulation. Og eins og ég segi, það leiðilegt að skoða þetta, miklu flottar að skoða þetta mynd, en fyrst að þessi demo mitt ekki virkað, þá þetta ekki alveg spennandi. En þeir eru með svona sniðu setup með svona biljardbolta og svona stærri kúlu og svo eru þeir með svona kerfi líka. Kalla þetta diffusion, það sem voru með smá rifu og punktandi hérna hreyfast fram tilbaka og sumir eru að sleppa þetta í gegn og svo sýnaði hvernig fjöldið er að hægra meginn hægt og rólega eykst eftir tíma. Og þetta mjög flott vegna þess að þeir akkurat halda þessari mismundi dreifingu á ögnunum. Þeir hafa ekki alla sama hraða, þeir hafa mismundi hraða. Hvet ykkur til að líta á þetta. Þetta allt sem ég ætlaði að segja hrúgur. Spurningar? Yfirlýsingar yfir hvað þetta sé flott gagnagrund? Þetta hvað sé á svona vinsældakeppni. Hver uppáhalds gagnagrundin þín? Já, kemur að henni, hlutlega. Ok, þá förum við bara snemma heim í mat.